og oddviti Sósíalistaflokksins í Suðvesturkjördæmi eða Kraganum. Við ætlum að spjalla aðeins innflytjendamál, en ég með 2 aðra frambjóðendur hérna af Suðvesturlistanum, þau Agnieszku Sokolowsku og frá Póllandi og Luciano Dutra frá Brasilíu. Verið velkomin. Takk. Sagði ég nöfnin eitthvað rétt? Já. Já, flott. Alveg fullkomlega, nánast. Jú, takk. Já. Heyrðu, hérna, mér langar aðeins að svona bara fyrst að spyrja ykkur, ef við byrja kannski bara á þér, Agnieszka, hvenær komst þú til Íslands fyrst? Ég kom til Íslands árið 2007, þannig að það verður 14 ár síðan ég Já. Og hvað dróði til Íslands? Maðurinn minn, hann kom á undan mér, hann kom í 2006, einu ári fyrir en ég. Og hann líka frá Póllandi, sant? Já, hann líka Pólverji. Þannig að hann kom hingað til að vinna í fyrirtækinu sem ekki lengur til. Það bara fór gjaldþrota í hrunni 2008. En já, hann var sem sagt bara fluttur hingað sérstaklega, til að vinna hjá þessu fyrirtæki. Og þá ég kom einu ári á eftir. Og leist þér alveg á þetta, svona prófa komika, var þetta ekkert framandi eða kom frá Póllandi? Ég kom ekki bein frá Póllandi, út af ég var í London meðan hann var ekki hér. Þannig að ég kom inn frá svona fjölmennasta lagi. En já, það var pínu framandi. Tungumálsins vegna til að byrja með. En mér fannst þetta bara, spennandi og gaman, en ég var líka svo ástfangin. Þetta var svo langt síðan. Þú hefur kannski bara eldan hvert sem og allt var bara frábært, þýtur og bara alveg. Já, einmitt. En Luciano, hvenær kemur þú til Íslands? Ég kom fyrst 2002, bráðum 19 ár, 20 ár næsta ári, í ágúst. Og ég kom hingað beint til að læra íslensku við Háskóla Íslands. Og ætla bara að vera í svona 3 ár, klára BA-námið og snúa heim til Brasilíu. En það var ekkert úr því. Ég ennþá hér og ekkert að fara. Nei, einmitt. Sem sagt að íslenska tungan sem dró mig hingað. Íslenska tungan. Og hvernig varstu þá búin að læra eitthvað landið eða tungumálið áður nú kemur eða? Reyndar vissi ekkert Íslandi, vissi eitthvað svona bókmenntir Íslendinga í gegnum argentinskum höfundi Jorge Luis Borges sem fjallasóði þessar bókmenntir. Og ég ákvaða bara freista gæfunar að læra tungumáli til að geta þýtt smá saman þessar bókmenntir yfir á portugalsku og svo náttúrulega í kjölfari kom líka nútíma bókmenntir og ég hef verið mest að þýða nútíma bókmenntir og líka alls konar skjöl og bara sína líka túlkaþjónustu. Ég löggiltur úr íslensku og portugalsku. Svo það allt sem við kemur þýðingar milli íslensku og portugalsku og í raun að vera norrænu málin og portugalsku, það ég á heimavellinu. Bara í þá dönskuna og sænskuna þá líka eða? Bara öll skandinavísk germansk tungumál, ekki grænlenska og finska og samiska, en ég með skandinavísku tungumál, íslensku og færisku. Sem ég þýtt svo yfir á portugalsku. Þið eru bæði töluvert tungumála fólk. Agnieszka, þú líka lærðir íslensku síðan í háskólanum, eða ekki? Ég ennþá í námi. Þú ert ennþá í námi, já. Klára að koma ýmis konar í ferlið meðan ég sé í þessu námi. En já, ég að læra íslensku sem mál að klára vonandi í vor. En ég verð að segja að ég lærði mest bara
þú veist, til að vera með því að vera með Já, og í vinnunni og bara, þú veist, það var alls ekki þannig að ég lærði fyrst og fremst í háskólanámi eða námi almennt. Þetta var meira svona, þú veist, bara fylgjast með og vera með og taka þátt og horfa á, þú veist, sjónvarpið og svo framvegis. Þetta bara, já. horfa á íslenska sjónvarpið, fréttir og svona. Já, þættir, já, og fréttir, já. Einmitt. En hvað fórst að gera þegar þú komst fyrst? Þú veist, mannst 2007, þetta var byrjun svona útrásvíkingatími og bara þóttum og, þú veist, þannig að það vantaði starfsfólk. Og ég byrjaði á kaffihúsi, á 10 dropum, sem ekki lengur til, á Laugavegi. Og ég vann þar til að byrja með og þá á öðru kaffihúsi og þá 3 árum setna í 2010 stofnaði ég mitt eigið kaffihús með ég og maðurinn minn. En það ekki heldur. Ég man eftir því kaffihúsi, einmitt. Ég man eftir ykkur þar. Þannig að, já, þetta var það sem ég byrjaði með og þá komum börnin og bara ýmis konar. Já, þá breytist svolítið svona forgangsröðunin og... Þú veist, það 14 ár. Já. Einmitt. Já. Einmitt. Og hvernig, þú veist, hvernig fannst þér að bara aðlagast í íslensku samfélagi? Var tekið vel, fannst þér Íslendingarnir taka vel á móti þér eða fannst þér fyrir fordómum eða? Bæði. Það sumir sem tóku mjög vel á móti mér og man nú bara almennt innflytjendum og það sumir sem bara, þú veist, alls ekki svona frábær. Já, þú veist, ég ekki mikið aðdáandi á orðinu aðbagast, en þetta vinna. Í raun og veru þetta vinna sem hérna á að fara í báðar áttir en ekki alveg þannig alltaf. Þannig að þú veist, en já, ég held eins og alltaf og eins og allstaðar, það tungumáli sem bara lykilatriði. Það mjög erfitt að komast inn, þú veist, í samfélagið án þess að á minnsta kosti að skilja tungumálið á einhverju veiti. Þannig að, þú veist, það kom með tungumáli, en líka, þú veist, ég bjargaði mér mjög mikið í upphafi með enskunni og það var líka bara í bestu lagi. Þannig að, já, ég fann ekki mikið fyrir fordómum í rauninni. Þetta kom með tíma, þú veist, svona skilning á hvernig þetta samfélagi virkar í og þú veist, hópaskipting og stéttaskipting og allt þetta. Þannig að, þú veist, en það kom með tungumálinu. Það kom með því að geta fylgst með fréttamönnum og bara fólki á götunni og þú veist. Þannig að Hvernig upplifðir þú þetta, Luciano, þegar þú komst? Fannst þú alveg svona komast inn í allt? Þú kemur náttúrulega bara beint inn í háskólasamfélagið, eða ekki? Jú, og beint á vinnumarkaðinn, þannig séð líka, þú veist, maður byrja á veitingahúsi, kaffihúsi og svona og þá... Já, vinna með skólanum. Jú, og svo frístundaheimili og þar var ég að læra og æfa íslenskuna mest. Ég segi alltaf að ég hef lært meira íslensku frekar í meðlaskóla en í Háskóla Ísland. Så þarna börnin svona mjög grimm og þau bara miskunnarlaust að leiðrétta manni og gera grín af manni. Þú lærir bara fljótlega að tala eins og manneskja í raun og veru. Jú, þú veist, verandi frá Brasilíu, þá hef ég á tilfinningu að ég hef fengið meira svona kannski jákvæð viðbrögð heldur en neikvæð við það að vera útlendingur, sko. Ég get minnst bara eitt tilfelli þar sem ég var beinlínis fyrir svona fordóma og það var núna daginn þegar við Silvíane vorum að safna undirskriftum. Já, fyrir framboðið.
Já, og það var maður sem var í frekar annarlega ástandi sem sagði við okkur, já, farið heim, og ég svaraði þá, já, við eigum heima bara, ég bara rétt hjá, við skulum fara heim og eftir, ekkert mál. Nei. Þannig að en maður hefur orðið, þú veist, var við fordóma í garði annarra, sko, útlendinga. Og þetta, ég tengi þetta frekar við kannski húðlitin frekar en þjóðerni. Allavega tilfelli sem ég hef orðið var við. En sjálfur hefur sjaldnast upplifað neitt annað en jákvæðu fordóma. Jákvæðu fordóma, já. Þú veist, maður hefur eitthvað svona forskot að vera Brasilíumaður. Allir kannast við fótboltamenn og svona. Svo þetta er kostur. Já, ég skil gott við. Já. Fólk tengdi þá þegar ég kom allavega við jákvæða hluti. Síður við spillingu eða réttlæti eða ofbeldi og svoleiðis. En upp á síðkasti með COVID, þá náttúrulega Brasilia fekk aðra ímynd á sig með afbrigði gamma, hvað heitir. Þannig já. Þannig að þú kannski upplifað eitthvað aðeins öðruvísi núna líka? Já, ekki með beinum orðum kannski, en fólk bara forvitið hvernig ástæður þar og þetta hrikaleg og líka með forsetan, þú veist, svona hluti. En fólk hefur meira áhyggjur heldur en eitthvað neikvæða að segja landi og landa, þú veist, Brasilíumenn yfirleitt. Það er á Íslandi? Já. En skiptir ekki svolítið máli hvað fólk að gera, hvort að fólk að koma í nám eða hvort að fólk að vinna eða hvað fólk að vinna? Skiptir stétt og staða máli? Hvað heldur þú, Agnieszka? Já, þetta, þú veist, það eru innflytjendur og innflytjendur. Þetta fer eftir, þú veist, með hvaða menntun þú ert og hvað skortir nefnilega á vinnumarkaði. Sko, ég hef heitt fólk sem flutti hingað og þurfti ekki læra einasta orð á íslensku og þá bara gekk allt ægotlega út af því veru einhvers konar sérfræðingar í bankakerfinu eða forritarar eða þú veist og það var ekki einu sinni nefn við þetta fólk að þú verður að læra íslensku, þetta Ísland og hér talað íslenska og svo framvegis. En ef þú bara á almennum vinnumarkaði það er það öðruvísi. Það kemur fólk og finnur að það sé með réttindi til að vera með fordóma eða réttindi þegar þú veist að ég kannski fann ég ekki beinlínis fyrir fordóma en ég frá Evrópulandi og ég hvít og þú veist þannig að ég svona með white privilege þó að ég sé frá Austur-Evrópu en ég held að helstu fordómar koma í tengslu við tungumál og mín upplifun og marga aðra hér að þú veist þó að við erum búin að læra íslensku og erum að reyna og bara gera okkur best að læra þá íslenska okkar aldrei nógu góð fyrir suma Íslendinga. Það alltaf svona afsökun ef það ekkert annað sem fólk getur verið með, þú veist, fordómafull, þá það íslenska. Það bara svona fyrst resistance á endanum. Þannig að það ekki þannig. Og þú veist, það snýst ekki einungis málfræði vittur eða þú veist, orðaforða, það hreim, þú veist, það pínu svona, já, þú ekki eins og við, þannig að þú ná ekki alveg að vera með, þannig, já. En sem sagt, menntun, það líka pínu svona hot potato, út af heitum kartafla, út af því að það ekki
jafn erfitt núna en það var erfiðara að fá þú veist, staðfestingu á menntun, þú veist, þannig að það teljist. Já. Og það eru margir hér sem komu frá Pólandi sem eru með háskólamenntun og eru hjúkrunarfræðingar og læknar og talmeinafræðingar og svo framvegis sem vandar hér á vinnumarkaði en þau geta ekki unnið bara út af tungumáli. Út af tungumáli verður að vera fullkomin Íslendingar vegna, þú veist. Þannig að það pínu svona flokkið. Það ekki einfalt mál. Ég get ekki sagt bara beinlínis að þetta alveg vegna fordóma eða það ekki vegna fordóma, þú veist. Nei, maður veit ekki. Sko stundum náttúrulega kannski í sumum fögum eins og bara hjúkrunarfræði og lækningum og eitthvað, kannski þarf fólk að kunna einhver fagheiti á íslensku, en samt eins og fólk þurfa að taka svo mikið, sko það eins og það nægir samt ekki að taka einhverja, þannig kursa heldur liggur við að fólk þurfa að taka bara allt námið komplett upp á nýtt á íslensku. Þannig að þetta mjög undarlegt stundum, finnst mér. Íslensku kennsla, bæði fyrir fullorðna innflytjenda og bara íslensku námskeið á vegum svona einkarekna tungumálaskóla og íslensku kennsla í grunnskólum innan skólakerfisins sem fyrir börnum með íslensku sem mál. Þetta bara allt annað vandamál. Það allt bara út í hött í því. Þannig að, já, og sérstaklega, veist, það erfitt að læra nýtt tungumál, sérstaklega fyrir fólk sem kannski, þú veist, fertug eða komin hingað til að vinna. Það engin tími, þú veist, og þetta allt á okkar innflytjendaforsendum, allt af eftirvinnandi. Og við erum líka fólk, við erum þreytt, við verðum að versla og þetta og svo framvegis. Og það læra tungumálið nógu vel fyrir Íslendinga til að, þú veist, já, láta okkur vinna í okkar fagi. Það nokkra ára ferli. Þú veist, það ekki þannig að ég get bara farið í mér og klára 3 námskeið sem eru bara 2 í viku í 2 tíma og ég ætla að vera bara, þú veist, alltalandi á íslensku. Það allt og það sem vandar þú veist, að setja kröfur á alla sama kröfur að tala reiprennilega íslensku annars ertu bara, þú veist, skúra gólfið. En við erum ekki með nógu mikið tækifæri til þess að geta gert það. Það geta ekki allir farið til háskólanám. Og veist, bara í full háskólanám eða bara vera að koma hingað og læra og einungis læra í 3 ár og þá fara á vinnumarkaðinn. Já, það eru sumir sem gera það en vinnufólk sem kemur hingað sem vandar á vinnumarkaði, þau að gera það. Nei, og vinnuveitendurnir kannski ekki að standa sig í því að heldur að veita þeim einhvern tíma eða til þess að geta lært íslensku. Já, ég veit bara Landspítalann sem með, þú veist, námskeið á vegum Háskóla Íslands fyrir hjúkrunarfræðingar frá segjum. Það kom hópur, þú veist, og þau voru með sérstaklega með svona hagnýta íslensku sem var með sérstaklega áherslu á svona, þú veist, lækna. Já. Og það á að vera þannig. Og það náttúrulega ætti að vera líka bara fyrir, þú veist, eins og fólk sem að vinnur á kaffihúsi eða veitingastað. Já, þú veist, ég myndi bara setja svona, þú veist, kröfur á ríkið að vera með einhvers konar svona styrkja eða kerfi til fyrirtækja svo að fólk getur verið send innan vinnutíma. Já, ég held sem fjárfestingur. Já, einmitt. Mér minnir að, þú veist, flestir hafi talað það sem ég þekki sem hafa flutt til Danmerkur
að þeir hafa alltaf þurft að byrja á því að taka námskeið í dönsku. Það sé bara einhver svona krafa sem að ríkið setur. Já, en það þarf stundning til þess. Út af þessi námskeið, þeir kosta mikið penning. Já, en það held ég að það held ég bara ríkið sem að hérna... Já, akkurat. Sama í Svíþjóð, þú veist. Sama í Svíþjóð, já. Það hérna, ríkið með stundning fyrir kostnaðinn á tungumálakennslu fyrir innflytjendur og það eina leið, aðra leið væri þá einmitt í svona stærri vinnustöðum þá að íslenska sé partur af vinnutímanum, þú veist, að það tekið 2-3 í viku, 1-2 tíma í hópnum, eitthvað svona vinnutengdu, það skilar bestu árangri svona í í stærri fyrirtækjum. Já, það hljómar svolítið einmitt bæði sko hristir örugglega saman starfsmannahópinn og svona skapar einhvern góðan anda. Og þú ert ekki þreyttur eftir langan vinnudag og þú veist þarf að sinna fjölskyldu eða sjálfum sér. Já. Þannig að það hjálpar í þessum tilfellum. Þegar ég var að vinna í Alþjóðahúsinu í gamla daga, það var í boði svona námskeið á vinnutíma. Og vinnutengdu íslensku nám og svo leiðis. En annars verður, ég meina þú veist, ef í COVID var ákveðið að fjárfesta í alls konar til að halda fólk í vinnu, af hverju ekki, ég held að sé alltaf spurningum forgangsraði. Já, það þarf alltaf eitthvað agalegt að gerast til þess að það sé gert eitthvað gáfulegt. Já, þetta skilar sér. Manneskja sem er færum að tjá sig og taka þátt í öllum sviðum samfélagsins. Þetta líka svona verðmæti. Já, það þarf svona framtíðarsýn til þess að fatta það. Það eru margir Íslendingar sem þú veist, og vinnuveitendur sem hugsa bara í nútíma, þú veist, bara alveg í þessu stundi. Og þau eru ekki eyða penninga í því að neyríkið á ekki styðja við þetta út af það, þú veist, vandar. Já, þannig að það á líka við svona íslensku kennslu og fjárfesting í íslensku kennslu barnanna. Þú veist, þetta langtíma fjárfesting, það skilar sér kannski í næsta kynslóð eða þú veist. En já, það eru ekki allir sem þannig. Nei, einmitt. Heyrðu, en ég ætla að spyrja ykkur líka, mér leikur svolítið forvitni á að vita, einmitt, hvernig, sko, hafið þið upplifað miklar breytingar á einhvern veginn Íslandi síðan þið komuð hingað fyrst? Þú, Agneska, talar þú kemur í hruninu, árið fyrir hrun, þú kemur í rauninni í góðærinu. Og þú svo bara lendur hérna inn í miðju hruni og Luciano, þú kemur áður. Þannig að þú sér það svona meiri aðdraganda. Jú, ég kom á tíma þar sem allt virtist vera á einhverju svona paradísarstandi út frá því sem maður heyrði á vinnustöðum og út í samfélaginu. Á þessum tíma þar sem fólk kaus Sjálfstæðisflokkinn, 40% svo vel og þessi uppblástur í efnahaginn og með einkavæðing bankana og alls konar svoleiðis. En við í Brasilíu höfum við upplifað svona bólur oft á tíðum og maður sá fyrir að þetta myndi springa á einhverju tímapunkti, að þetta var ekki raunverulegt, að það ekki hægt að bankakerfi sé áttjón sínum landsframleiðslu þjóðarinnar. Þetta stemdi ekki, sko. Og þannig að ég held að þessi raunveruleiki sem blasti við okkur eftir hrunið, að fólk hefur líka vakt til einhver svona, já, fólk meira svona meðvitund að það meira tortryggð í garði það orðræðu sem ríkisstjórnin kemur með
að allt gengur vel, að við séum frábær, að þetta bara besta land í heimi og að efnahagið hér alltaf að uppleið og verður alltaf að vera svona. Og þessi verðmætasköpun svo kallað sem byggir á stórum fyrirtækjum og iðnaði. Þetta eitthvað sem mér fannst kunnulegt og þessi bara bæði einkavæðing og áherslu á gróða, endalaus gróða. Þetta hljómaði kunnulegt frá byrjunni en þetta hefur versnað alveg til munna og maður sér núna eftir COVID að þetta að fara upp aftur þessi hugsunarháttur og sem betur fer eru kosningar eftir nokkra daga og við getum breytt kurs. Ég held að við höfum lært með hruninu eitthvað. Já, vonandi. Algjörlega sammála. Já, það bara svona braskandi kapitalismi þegar ég flutti hingað og það aftur núna, það var smá pása. Við erum bara í einhver svona lúppu, einhvern veginn, bara aftur komin í þessa lúppu. Þú veist, það bara, já, það þannig. Og mér finnst að, já, ég var, sko, þegar ég kom hingað, ég sá allt þetta fólk, þú veist, sem var að taka einu skonar 10 lán og þú veist, já, Ísland var bara best í heimi. Já, var allir að myntbreyta, allir að taka ný húsnæðislán og myntbreyta. Og málið að á þessum tíma, ég talaði ekki íslensku og ég var ekki með jafn mikið innsýn í pólitíkuna og í samfélagið og það sem angrar fólk eins og ég núna. Þannig að ég get ekki sagt að það var betra þá, en það, já, það var bara ótrúlega sama eins og núna, en mér finnst stéttaskipting bara svakalega, en það pínu svona, það sé ekki talað opinbera það, þú veist, það fólk bara, nei, það engin stéttaskipting á Íslandi, við erum, þú veist, öll bara jöfn, en það ekki þannig. Nei, einmitt. Já, þetta já, en það sveiflast og svona andrúmsloft gagnvart innflytjenda breytist líka. Sérstaklega, þú veist, það svona, já, það vantar vinnufólk, þú veist, á vinnumarkaði, þá komið, þú veist, já, Pólverjar, þið eru velkomin þó að einungis eins sem vinnuafl, ekki sem manneskjörð. Já, það bara svona, þú veist, ekonomíska hugsun í því. Og þá, í hrunni, það var mikið að þessu farið heim. Af hverju eru þið hér? Af hverju eru þið svona atvinnuleysisbótum? Og það var enginn, þú veist, að hugsa að fólk var á þessum bótum út að fólk búin að vinna sér réttindi í eitthvað 2 ára á vinnumarkaði. Það var bara rétt á þessu, já. Ræðsla, allt þetta hrunast og við verðum að vernda okkur, þú veist, Íslendinga. Þannig að það var pínu svona andrúmsloft að farið bara heim og ég bara, já, heima í Hafnarfirði. Já, núna allt farið á hausinn og þá getið þið bara farið heim. Já, en þá, þú veist, komið bara aftur núna, 2013, 2014, þú veist, já, túristar komu og allt vandaði fólk aftur og túristar og sérstaklega. En við þurfum að fara að slúta þessu, ég ætla svona bara örstutt að lokum, við þurfum að halda okkur við tímann. Mér langar aðeins, nú eru þið bæði nýbúin að eignast lítil börn, til hamingju með það, Lucian, og þú eignaðist bara lítil dreng á dögunum. Jú, takk. Og þannig að þeir eru, og sjáu þið fyrir ykkur að við náum að breyta landinu fyrir börnin okkar? Já, það bara fyrst og fremst það sem þú veist. Ég á 3 börn og þau eru fædd hér á Íslandi og þetta heimilisland þeirra í rauninni, ekki Pólland. Já, þeirra heimaland. Póllands. Og ég vil bara skapa allt tækifæri og gera mitt besta og bara, þú veist, fyrir þeir. Já, ég gerir þetta ekki alveg fyrir mig. Ég svona lost generation, finnst mér. En þau eru framtíðin og mér var
ótrúlega mikið. Einmitt. Luciano? Já, ég hef alltaf verið virkur í pólitíkinni síðan á unglingsárunum í Brasilíu. Alltaf með hjarta sem slæðir til vinstri og í brjóstinu. En núna finnst mér ég verð að vera virkari í félagsumræðum og stjórnmálaumræðum vegna þess að ég vil að barnið mitt, að sonur minn, hann njóti réttinda sem eru á undanhaldi á Íslandi. Við verðum að standa vörð réttinda og bara ef einhver breyting verður, þá bara til hins betra, bara styrkja og koma fleiri réttindum á kortunum, svo að börnin okkar geta njótið sín eins vel og þeir eiga skilið. Já, nákvæmlega. Herðu, bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna og ég bara hlakka til að hitta ykkur í kosningapartíi á laugardaginn. Sömuleiðis. Sömuleiðis, takk fyrir. Sömuleiðis.